Sæl verið og gleðilegt nýtt ár. Þetta fyrsti þáttur ársins 2017 og þá þetta tilhlýðilegt að ræða svolítið heilsuna. Það mjög vinsælt í janúarmánuði að tala heilsuna. Maður búinn að liggja í matar- og drykkjarmarineringu yfir hátíðarnar og þess vegna ég búinn að fá hingað fagfólk í þessum geira, heilsugeiranum. Eydísi Valgarðsdóttur, sjúkraþjálfara hjá Sjúkraþjálfun Akureyrar og Davíð Kristinsson, heilsuþjálfa hjá Heilsuþjálfun. Verið velkomin. Takk. Og gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Hreyfing og mataræði. Þetta eitthvað sem að þið eru náttúrulega bara lifið og hrærist í á hverjum einasta degi. Og þið eru örugglega fólkið sem að, og kannski sérstaklega þú Davíð, því þú ert náttúrulega mikið að fræða mataræði og skrifað það og svona. Þú ert örugglega svona maður sem fólk, sérstaklega svona eftir jólin fær alveg bara fyrir hjartað þegar það sér þið í bónus og hugsa, nú fer hann að rannsaka hvað ég að setja inn í körfuna, eitthvað svona. Upplifirðu það? Nei, ég held að svona yfirleitt öfugt, Ef ég færi nú í bónus bara, þá það að kíkja inn á körfuna mér, en það svo sem bara fínt, Ég hef ekkert að fela. Nei, það sem mér liggur núna helst á hjarta og alveg í ákveðinni sjálfhverfu með það. Að nú ég búin að liggja í sykurmarineringu öll jólin. Ég búin að liggja í nóg-konfektun, ég búin að borða það klárast alveg 2 kílóa kassar heima af þessu og þetta bara eins og eitthvað dóp, maður bara byrjar og maður bara lentur í einhver vítahring. Og það alltaf sama sagan, endurtekið efni eftir jólin. Ég var að henda úr baukum í morgun, það var akkurat það sem ég voru svona hreinsun. Og mig langar til þess að ná tökum á þessu því ég finn það, ég finn það að sykurinn gerir mér ekki gott. Finn það á svo margvíslegan hátt, líka bara andlega, og en ég sjúk í hann og ég komin í einhvern svona gír af því að ég farin að borða sykur bara fullu, eins og hætti í því og það bara var mjög gott. Svo bara fór ég bara datti í það. Hvað get ég gert? Hvernig get ég komið mér út úr þessu? Þetta náttúrulega, það ekkert öðru heldur en að taka hreinsun eftir jólin, taka til í skápum og það má henda nammi, það má henda svona, alveg svo, ég meina, þetta ekki kallað matasóun myndi ég segja, því að, ég skal kalla það matasóun ef þú ert að henda mat sem að næra þig, en þetta ekki beint að næra þig, þannig að ég alveg hygglust mæli með að fólk hendi konfektar eftir jólin þegar jólin eru búin. Það fyrir að vera að éta vondumólana meiri segja, bara til þess að klára þetta. Já, ég örugglega tekið svona 30 góða nógamóla, en það mér liði ekki sérstaklega vel af því, en þetta bara svo þú segir, þetta bara svona að þú byrjar að einum og svo kemur næsti og þetta verður bara svona fíkn, Já, það var rosalegt. Og fyrir suma, eins og kannski mig og þig, þá svona kannski bara betra að sleppa þessu og líka að taka sér pásur, bara að henda sykurinn alveg út í einhver tíma og fara í eitthvað annað, þú getur farið í meiri kannski í ávöxtu eða meiri í þurrka ávöxtu eða þú getur búið til alls konar úr því líka, alls konar góðgæti. Þannig að það En ertu með einhver ráð eins og núna þegar maður ég veit að þetta hljómar mér dramatískt, en maður bara í fyrradag, þá var ég að hugsa, ég bara ákvað að fórna sjálfur mér í þessu þætti, skilurðu, að bara segja hvað ég stjórnlaus, til þess að þið fáið mest út úr svörunum. Að í fyrradag þá var ég bara eitthvað svona, já, nú þetta bara búið, Hildur, þú ert fullorðin manneskja, þú getur ekki tangið bara lengur honni í Macintosh-bauknum og öllu þessu og bara tók ákvörðun, eins og ég hef oft gert með marga hluti í lífinu og breytt, Bara daginn eftir, þá var ég bara eitthvað 4-leytið, þá bara eins og ég bara misti greind, ég sá bara þarna nammi í skál og ég fékk mér þó ég hefði verið búin að taka ákvörðuna daginn áður og var farin að líða illa með sykurneyrsluna. Eitthvað bara, ég gefst upp, eitthvað sem ég get gert til þess að hjálpa mér út úr þessu? Já, þú getur náttúrulega að fara að hanga bara, í því að passa upp á hugana, passa að forðast sykur, passa að forðast sykur og þá verður þetta svona árótta, skilurðu. En svo getur líka bara að laga til í mataræðinu. Okay. Það sem að vantar þegar langar alltaf í sykur og meiri sykur, þá blóðsykurinn hjá þér, þá hann í rugli. Morgunmaturinn ekki nógu stór sem dæmi, það líður á langt á milli máltíða, það vantar fitu, það vantar kannski meiri prótein í mataræði hjá þér. Þú ert ekki að borða nógu stóra máltíðir, eins og morgunmat, hádegi og kvöld.
og svo kannski, þú veist, borðar það hádegismat og segjum að sér bara kjúklingur og salat og dottið í heilsulínuna eins og svo margir og það sem að, það viti ekki allir að þegar þú borðar bara eins og kjúklingabringur þá er ekki fita í því. Og þegar þú færið kannski, þú veist, segjum þetta séu 150 grömm af kjúklinga eða eitthvað og svo bara salat og kannski hrísgrjón, þeir líður alveg ágætlega í svona hálftíma, klukktíma. Svo þegar þú ropar bara þá er þetta svöng aftur. En af því að í þessu var engin fita. Skilur, það vantaði hollu fituna með. Kannski, þú veist, það getur verið baunir, það getur verið egg og það getur verið hnetur og fræ og kókosolía og ólífuolía, einhverja hollar olíu með, að þá er þetta komið þá með stærri malti. Þannig að til þess að maturinn sé að standa með þá þarf alltaf að vera prótein, kolvetni og fita í góðum hlutvöllum. Og þegar ég sé góðum hlutum þá er það eitthvað sem þú þarft að þróa svolítið, þú veist. Þarf ég þetta mikið af fitu og þú veist, við erum með misjafnlega stór líffæri og maga og allt það er ekki, ég get ekki réttið bara einn seðil og borða það nákvæmlega svona í þessu grömmu. Nei. Þú veist, ég gæti gert það og þú myndir kannski fara eftir en svo springur á limminu, þú veist. Þannig að ég þarf þá í raun og veru samfylgd frá einhverjum sem að hjálpa mér að gera þetta sem getur svona, sem ég getur ráðfært mig við. Jú, sem dæmi, sko. Þannig ef þú vilt gera þetta bara einu spýtu, þá er þetta voðalega lítið mál að þú veist, stækka morgunmatinn og borða þá eitthvað heilnæmara fæði, þú veist, ég meina eins og morgunkorn, þú veist, bara flest morgunkorn, sko. Ég geri oft grín að móðir mín, hún auglýsir mest selda morgunkorn á Íslandi. Ég ætla nú ekki að segja hvað það heitir, svo ég fá hún ekki á mig kæru. Og svo tala ég það á öllum fyrirlesturum, sko, hún sett módel fyrir. Já, ok. Svo tala ég móti á flestu fyrirlesturum einmitt að sniðganga svona morgunkorn, þess að þetta er bara fullt af sykri og fullt af aukefnum og þetta nærir þið ekkert. Þetta stendur með þér í hálftíma, svo farið þið léttmjólk með þessu. Þú veist, ég meina, ef við förum aðeins að hugsa þetta, hversu lengi stendur máltíðin með þér? Og ef þú eru svöng aftur eftir hálftíma, klukkutíma, að þá þarftu að borða meira og þá þarftu að borða stærri máltíð og þá kannski þarftu að fara að finna þess. Þú veist, þú getur fengið músli, abimjólk, eitt soðið egg með, það eru til chia-grautar, þú getur getið alls konar smoothie og þú veist, eða bara egg og grænmeti, þú veist, í morgunmat, sko. Þannig ef ég svona skilði rétt og súmmera þetta upp, svo er þetta að segja, sem er mjög mikilvægt, að sko í raun og getur maður bara borðar sig frá sykur neyslunni, í raun og borðar sig rétt og það er ekki, að því fólk segir stundum ég er svo mikill sykurfíkill og ég bara ræð ekkert við þetta og eitthvað svona. Þú veist, það er sem sagt enginn sem er eitthvað, þú veist, sykurfíkill og ekki sykurfíkill. Þetta er bara spurningin það hvað er að fara inn í líkamann hjá þessu fólki, hvort það kallar eftir sykur. Þetta kemur til með að minnka það. Og í mjög mörgum tilfellum þegar fólk hefur að taka þessu mataræði með 30 daga hreint fæði að þegar það er að komin á sérstaklega viku 2 þegar sykurpúkinn er svona hættur að bögga því og þú er búinn að jafna í mataræðinu að þá svona allt í einu tekur þetta byrju, já mér langar ekki lengur í sykur. Þá er þetta ekkert svona eins og þetta neitar eitthvað, það er bara ekki þörf fyrir þetta lengur. Og þarft ekki þetta til þess að tósa það upp og tósa það niður. En hins vegar annað sem að geti verið náttúrulega er að ef mataræði kannski komið í lag og hlutis, en svo er svefnin í rugli hjá þér. Þú veist, ef þú ert að fara seint að sofa, ef þú ert að, þú veist, sofa illa, að þá náttúrulega þarftu svona pick me up yfir að daginn. Þú þarft kaffi, þú þarft gosdrykki, þú kannski grípur mola eða keks eða hlutis, það langar í svoleiðis. Þannig að þetta eru svo margir þættir. Talandi kaffi, ég drekk alveg rosalega mikið kaffi og maður er alltaf að lesa reyndar það að kaffið sé sjálfur sér ekkert mjög óhollt eða skaðlegt þannig séð, en örugglega ekki samt 20 bollar eins og ég drekk. Er kaffi líka, getur það verið, þú veist, er það að rugla líka eitthvað blóðsykrunum og löngum hans í eitthvað? Já, ok. Það hefur áhrif. Kaffi, þú veist, ég meina, ég drekk kaffi en eins og með annað þá tek ég pásu á því líka því að ég finna bara, þú veist, líkaminn verður náttúrulega líka súr af kaffidrykkju. Það hefur áhrif á taugakerfið hjá þér og hefur áhrif á bólgur líkamanum. Og þetta ruglar í blóðsykrunum. Það hjálpa til við það þó að sé ekkert eitthvað svona alveg beint. En það er þetta sko, ef þú ætlar að drekka kaffi, þú veist, drekktu þá 1-2 góða bolla eftir máltíð. Þú veist, ekki vera að drekka á tóma maga
og ekki yfir alveg daginn. Ekki sem sagt tómar maður ég gerir mótnarna, þetta ekki 3 bolla, skilur áður en nokkuð annað fyrir varnar á mér. Nei. Það ekki góð hugmynd. Nei, ég ekkert frekar en að drekka Pepsi Max yfir alveg daginn, sko. Þannig að þá þú veist, ég ekki tala svona eins og Pepsi Max einkenni, sko, eða svona dægidrykkja einkennin. Það þetta sem að, og var að tímabil sem að það var rosalega vinsælt. Þetta var náttúrulega áður en fór að koma mér í fræðslu það að dægidrykkir væri ekkert betri. Og þetta bara ítöndir í vefjagigtareinkenni og ítöndir það að þú veist, þú ert bara svona slappur og slöppur alveg daginn. Þetta var mjög, þú veist, ég fekk bara í svona bunkum ungar konutíminn sem voru allar bara komið vefjagigtareinkenni og svo þegar ég fór að skoða matara og kíkja á þetta þá var já, svo er ég með 2 lítra af dægidrykkjum á hverjum degi. Bara, já, byrjum á að kannski minnka það og henda því út. Og svo hittur sömu manneskju eftir 2 vikur. Þú veist, þetta þarf ekkert langa tíma til þess að fara að finna mun á sér. Þá er þetta bara einhvern veginn allt nýtt líf, sko. Og talandi vefjagigt, sko, Eydís, þú ert sjúkraþjálfari og hefur svolítið sérhæfti í, sko, vefjagigtinni, það ekki? Og ert með marga skjólstæðinga sem að eru að glíma við það. Og ef við svona tökum það inn í þessu umræðu varðandi mataræðið, sko, hver þinn, sko, þín sýn á það, varðandi eins og það sem að Davíð að tala varðandi sykur og gosdrykkja, neyslu og annað, sko? Já. Einhvern veginn þróuðust nú málin hjá mér þannig að á mínum 23 ára starfsferli þá hef ég alltaf meira og meira verið að sinna þessum hópi fólks sem að greinist með vefjagigt. Og þetta nú svolítið flókið allt saman og hver einstaklingur einstakur, maður þarf að skoða hans sögu. Varðandi mataræði að þá kemur það jú vissulega inn í. Við erum að tala fólk sem þreytt, orkulaust, verkjað og einmitt út af þessari þreytu og orkuleysi þá verður oft til þessi sykurfíkn eða bara þörfin fyrir skyndi orku og þá auðvelt að leita í sykurinn. En það í rauninni mjög óheppilegt að vera með vefjagigt og vera sykurfíkill því að blóðsykurinn þinn, hann bara í rússíbana reið og þetta í rauninni bara eykur á þreytueinkennin og annað að sykurinn, hann bólgumyndandi. Þannig að margir uppfullir af bólgum í líkamanum þannig að því leyti sykurinn mjög slæmur. Þannig að ég ráðlegg fólki og það svona eitt af þessum þumalfingursreglum í meðferðinni og vefjagigt að minnka sykurneysluna og reyna helst að taka þennan hvíta sykur alveg út og borða hreint fæði eins og Davíð að tala Þannig að við erum alveg á sömu línu með það. Og sko, talandi vefjagigtina, sko, ég hef nú einhverja hugmyndu það hvernig hún lýsir sér og hvað það en það svona, gætir örugglega ákveðins misskilnings víða í samfélaginu varðandi þetta og fólk með vefjagigt talar að það mætt fordómum, þessi talað einhvern svona ruslakistu, sjúkdómagreiningu og þetta sé nú bara einhver uppgjöf hjá fólki, sko, að tala að sé með vefjagigt og eitthvað svona. Kannski ágætt að fá að heyra það frá fagaðila, sko, sjúkraþjálfari, hvað vefjagigt? Já. Í grunninn vefjagigt aukið næmi í taugakerfinu og það talað að 20% fólks hafi aukið næmi í taugakerfinu og það getur verið aukið verkjanæmi, það getur verið aukið næmi gagnvart birtu, lykt, ýmsu áreiti eins og hávaða en verkjanæmið það eykst þegar að fólk undir álagi til dæmis eða sumir lenda í slysum og þetta byrjar kannski bara sem staðbundin verkur, það kannski eitt algengast að fólk lendir í bílslysi, fær kannski hálshnykks-áverka, það byrjar sem staðbundin verkur í hálsi sem að svo lagast ekki og verkurinn þarna til staðar, fólk fer að sofa verr sem að náttúrulega gerir ástandið ennþá verra. Það alltaf þetta áreiti á taugakerfið og sársauka þröskuldurinn, hann lækkar í raun og veru. Og fólk fer að upplifa verki á nýjum stöðum í líkamanum. Og sefur verr og þar að leiðandi eykst þreyta og orkuleysi og þetta svona vindur upp á sig smátt og smátt.
og fólk getur verið í mörg ár áður en það kannski fyrir að leita sér hjálpar og það svolítið í okkur og Íslendingum að bíta bara á jaxlinn og telja sér jafnvel trúum að þetta ástand lægist og álaginu muni létta en svo kannski upplifir það að það ekkert að lagast og þá fer það loksins á stað og kannski allt of seint að leita sér hjálpar og þá oft svona töluvert mikil vinna að koma sér tilbaka út úr þessum vítahring sem það komið í. Og það kannski líka þá þannig að svona áður en fólk fyrir að leita sér hjálpar þá hefur það kannski einmitt dregið úr eða ákveðið að hreyfing hendi því ekki af því það sé svo verkjað og það sé svo illa á sig komið að það getur nú ekkert verið eitthvað að fara í hreyfingu, það verður bara að svona einhvern veginn að passa sig þannig sko? Já, sumir eins og þeir sem lenda í slysum kannski, þeir fara svona að passa svolítið af því þeir finna að hreyfing eða ákveðin hreyfing eykur á verkina og þá fara þeir svona að hlífa sér. Og það ósköp eðlilegt, þú gerir það kannski til að byrja með, en svo verðurðu að bara fara að reyna að koma þér út úr þessu aftur. Það mjög slæmt fyrir líkamann og óeðlilegt í raun og veru að vera alltaf í einhverju vörn gagnvart því að hreyfa sig. Það ekki eðlilegt ástand fyrir líkamann. Og þess vegna kannski stífleiki sem staðbundinn til að byrja með, hann fer að breiðast út og þú upplifir svo kannski allt í einu og þú bara fann að finna stífleika allstaðar í líkamannum og meira að segja margir sem að tala sko, eða skilja þegar ég fer að spyrja líður þér kannski svona eins og þú sért í hálfgerðri spennitreyju og þá segir já, einmitt, það þannig sem mér líður eins og ég ekki frjáls í líkamannum mínum af því að þetta vöðvabandvefskerfi allt orðið stíft. Og hreyfing ákaflega mikilvæg að þú gerir það sem þú getur á hverjum degi til þess að halda þér liðugum og hreyfanlegum. En ef sko segjum að einhver sé að horfa sem að glíma við þetta og einhvern veginn ekki farin á staði að leita sér hjálpar og svona og þú talar að þú veist, ég meina í raun og veru ef ég skilði þig rétt, þú veist þá ætti vefjagigtarsjúklingar alltaf eitthvað að hreyfa sig, það sé bara, það vinni með þeim. Sko, það eiga náttúrulega allir sem geta hreyft sig og ekki að skaðast þegar þeir eiga að hreyfa sig. Já, þannig að það svona yfir 90% mannkyn sem skilur eða eitthvað álíka sem að í raun og veru ætti frekar að hreyfa sig heldur en ekki. Sko. Ég meina ef þú ert í hjólastól þá reynir að hreyfa þann hluta sem þú getur hreyft. Ef þú ert lamar þá náttúrulega hreyfir þú veist annars bara náttúrulega stirðnar upp og þú veist ef þú hreyfir ekki vöðva að þá náttúrulega ekki áreysla, þá náttúrulega bara minnka þér og þeir með tímanum þá náttúrulega verður þá minnka vöðvarnir og þannig að styrkurinn verður miklu minni sko. Og segjum að væri kona með vefjagigt eða kall, verður algengari á konum skilst mér, að horfa þennan þátt og hugsa mér, ég fara að hreyfa mig hvernig ósköpun og ég bara fara eitthvað að mæta á líkamsræktarstöð og bara taka ketilbjöllur og planka og arbeið bara, nei, mér líður ekki svo það geti eitthvað getið gerst. Þú veist, hvað væri hægt að ráðleggja þannig manneskju, sko, hvað getur hún gert sem getur verið að hjálpa henni, sko, sem getur verið að vinna á vanlíðaninni? Sko, þegar fólk kemur til mín, greint með vefjagigt, að þá byrjum við nú yfirleitt á svona liðkandi æfingum og teygjum. Nema ef að ég með í höndunum manneskju sem of liðug, bara allt of liðug. Hún má alveg byrja á rólegum styrkjandi æfingum en það myndi það líklega hendinni betur en þá bara að byrja rólega og almennt gildir að ákefðin sé ekki of mikil, þyngdir ekki of miklar og ekki að vinna of hratt. Byrja rólega, byrja þar sem þú ert staddur eða stödd og göngutúr, sund, sundleikfimi hentar mörgum, það bara dásamlegar sundlaugarnir sem við eigum hérna og bara það að hreyfa sig í vatninu svo mikið frelsi. Tala nú ekki ef að þú ert að bera aukakíló, að þá þetta bara frelsi að komast ofan í vatnið og geta hreyft sig. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Mér finnst mjög mikilvægt að spyrja fólk að því. Hvað hefur gaman að?
Og þá kemur oft í ljós, sko, já, mér finnst gaman að vera út í náttúrunni eða, já, ég get alveg hugsað mér að fara á líkamsræktarstöð og ég fylgi fólki inn á líkamsræktarstöðvar og setja upp prógram þar fyrir fólk og þá það svona bara léttar æfingar til að byrja með. Og svo, en þú þarft að stunda þetta reglulega og það ákaflega mikilvægt að fara reglulega, gera þetta svona bara að lífstíl. Já, 3 í viku, 4 sinnum, jafnvel gera eitthvað á hverjum degi. Já. Þó þú sért ekki alltaf að fara í langan tíma. Einmitt, ef þú vilt til dæmis, sko, ég til dæmis einn af þeim sem að vilja einhvern veginn helst hreyfa mig á hverjum degi, af því ég finn bara líka hreyfingin gerir mér svo gott andlega, þetta bara mitt svona náttúru geðlíf. En sko, fyrir það sem að hreyfa sig á hverjum degi og kannski ég hugsa, sko, vilja ekki einhvern veginn taka allt og langan tíma í þetta, skilur, eru með þétt bókaða dagskrá. Ég meina, hvað ásættanlegt, hvað nóg, eða skilur, nógu langur tími? Ég meina, hálftíma á dag meðaltali, það mjög gott viðmið. Ok. Bara hálftíma á dag, þú veist, það ætti allir að hreyfa sig hálftíma á dag. Svona aðeins hjarta til að pumpa og... Já. Svona, já. Ég meina, þú veist, það getur verið svo mismunandi, þú getur verið að grípa í lóð og þú getur verið að fara í sund og þú getur að fara að hjóla og ganga og gönguskíði eða skíði eða. Þannig að það bara... Og svo gera hreyfinguna að kúplinni inn í daglegt líf. Til dæmis bara leggja bílnum aðeins lengra frá og labba eða sleppa því að fara á bílnum ef að þú ert ekki að fara mjög langt. Ganga stigana í staðan fyrir að taka lyftuna. Svona kúpla þessu inn hér og þar. Og segjum að til dæmis einhver sko vinni í hálftíma eða 40 mínútna göngu fjarlægð frá heimili, þú veist, þá gæti hann græjað hreyfingunum sína kannski bara með því að labba í og úr vinnu daglega, þá var hann dálítið góðum málum. En svo þetta náttúrulega alltaf þegar þú ert komin upp í það og það kom upp í rútunni hjá þér og líka með aðlagast því. Þá þarftu að hugsa, ok, hvað get ég gert meira? Já. Þú veist, hvernig get ég tósað þetta aðeins lengra, nú líka búin að aðlagast og ef þú gerir ekkert meira þá verður það bara svona. Hvernig finnur maður það að líka menn sér að aðlagast, þetta sé bara orðið, þetta sé ekki fara að skila beilinni sinni einum árangri, þú setur alltaf bara svona status quo. Hvernig áttar maður að sjá því? Þú finnur náttúrulega hvort að verkefni séu nokkuð, þú veist, allan ekki meiri, vonandi minni og þrek og þú veist, auðveldara að klæða sig í sokka og það þetta sem hún finnur. Athafnir daglegs lífs verða léttari. Já. En mér langar að segja frá því að vefjagigtinni fylgir orkuleysi og jafnvel svona yfirþyrmandi þreyta sem að hellist yfir að það eru 2 sem ég þekki með vefjagigt að þeim finnst mjög gaman að hjóla. En það náttúrulega brekkurnar hérna á Akureyri eru náttúrulega svakalegar, sko. Þær fengu sér rafmagnshjól og þær hjóla það sem þær geta, en þegar kemur að brekkunum, nota rafmagnshjólið. Já. Það er alltaf að finna einhverja leið. Já, það er nefnilega hægt að gera það. Og annað, það sem ég langar að segja líka frá, af því að þú veist, margir þurfa aðhald og gera þetta ekki bara að eigin frumkvæði. Að það er til hreyfiseðill, rétt eins og lífseðill sem þú getur fengið hjá lækninu þínum og hjúkrunarfræðingarnir á heilsugæslustöðinni geta líka ávísað þessu. Að ef að það segjum að þú sért með einhvern heilsufarsvanda, að þá getur þú fengið hreyfiseðil. Þú færð að hitta sjúkraþjálfara sem starfar í tengslum við heilsugæslustöðina og hún ráðleggur ykkur sem sagt, með hreyfingu og veitir aðhald því þú þarft alltaf að senda henni póst hvað þú ert búin að gera í dag og þú ætti að skila ákveðnu af þér á hverju viku. Þetta er magnað. Þetta geta allir fengið á heilsugæslunni í raun og veru aðganga. En það er eitt, ég veit að það er auðvitað, sko, svona flestir auðvitað að vita þetta en það er ágætt svona að hnykkja á því, sko, með mataræði og hreyfingu að, sko, er það ekki þannig að upp á það að halda kjörþyngd eða vera ekki á feitur og þá er alltaf skipti mataræði hvað? 80% máli eða eitthvað cirka. Þetta verður bara að spila þetta alveg saman. En hérna, þú getur alltaf byrjað, þú veist, byrjað að taka mataræði gegn og farið svo hreyfingu og þú veist, þetta er bara tröppugangur. En það er aðalatriðið að sinna þessu. Þú veist, þetta er ekkert öðru seldur en að, þú veist, þú hættir ekkert að busta í tennurnar. Nei. Bustar ekki bara eitthvað svona í viku og bara nú er þetta klárt. Þú veist, heilsa þín, það er bara alveg eins og tannbustan, sko. Þú þarft að gera hverjum degi, sko.
það þarf alltaf að busta í sér tennurnar og það þarf líka alltaf að sinna heilsunni. Þannig að þú veist, annars ertu bara endalaust að skrifa gúmmítjekka út á heilsuna. Þú veist, þá ertu endalaust bara, þá er alltaf mínus og mínus, þú ert alltaf verri í líkamlega ástandi. Svo allt í einu vaknaðu bara, já, ég er orðinn 40 kíló þungur, get ekki hreyft mig, get ekki klætt mig sokkana, drekk 2 lítra kók og hvað ég á að gera. Og þá á þetta að gera svona, af því að við erum Íslendingar. Já, það var alltaf að leysa. Þá var ég alltaf, sko, þú veist, ég þarf að tosa fólki svona aðeins niður í loftinu. Svo bara, herru, við ætlum að byrja við ætlum að byrja að kíkja bara á morgunmatinn hjá þér. Svo bara, kíkja á aftur eftir 2 vikur, við erum búin að laga hann, svo tökum við næsta. Og svo næsta og næsta. Frábært að fá ykkur og ég verð nú að segja fyrir mig, þó að ég lesi nú ýmislegt þessi efni, að þá lærði ég heilmikið samt af þessu samtali. Þannig að bara takk fyrir Davíð og Eydís að koma og miðla af ykkar þekkingu og reynslu. Takk fyrir okkur. Og við kveðjum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.